Ja, Glódís, ansi sannfærandi frammistaða hjá íslenska liðinu í dag, ekki að segja það? Jú, mér fannst það. Heilt yfir bara vel spilaður leikur og þetta er svolítið skrítið að leiknum var frestað og gærdagurinn var mjög skrítinn, en mér fannst við komin í þetta bara með mikilli fagmennsku og klárar í verkefni. Kannski aðeins nánar á því, hvernig var bara glímaði mitt við alla þessa óvissu, kannski sérstaklega í gær? Bara svolítið skrítið, svolítið öðruvísi. Við ræddum að við höfum spilað í alls konar veðri og alls konar viðvörunum og leiknum hefur aldrei verið í alvörinni frestað. Þannig að þetta var svolítið nýtt, en eins og segið, við sögum alltaf að þetta hefði verið bara lengsti dagur lífs okkar af því að það var svo mikið óvissa, en já, bara gaman að finna að klára þetta. Er þetta svona leikur eins og við byggumst við kannski? Já, ég raun bara svipaði leiknum úti. Þær voru djúpt á vellinum og ætluðu að nota skyndisóknar og við vissum alveg að við þurftum að vera góðar á boltann og skapa færi og þurfti þolinmæði, og það var klárlega þannig í dag, alveg eins og í síðasta leik. Hvernig var að glíma við bara aðstæður? Ég meina frost, það var mjög kalt og gervigras og allt það? Já, rauninni svo sem breytir það ekkert svo miklu. Þetta hefði ég viljað spila á Laugardalsvelli og þetta þegar við erum búin að eða svona gríðarlega miklu peningi að skipta gras og skipta völl, og skrítið að við getum ekki notað hann í fyrst skipti sem að kemur eitthvað smá vont veður. Þannig að þetta er svona, já, fín spes, en eins og segi, við gerðum bara gott úr þessu og þetta er bara gott að spila fótbolta á góðu gervigrasi í raun og veru. Svo framhaldið hjá ykkur bara í landsliðinu, næstu verkefni? Já, bara náttúrulega erum að fara í undankeppni í HM og náðum markmiðin okkar í dag að halda okkur upp í A-deild, og það skiptir gríðarlega miklu máli upp á undankeppnina, og þannig að við erum mjög ánægð með það og ánægð með hvernig við kannski svona tökumst á þetta verkefni eftir kannski pínu erfitt ár. Heldur betur. Takk hérlega. Takk.